Verið velkomin í nýtt vídeo frá Sör spilar golf. Í dag ætla ég að spila Grafarholtið, það er minn uppáhaldsvöll. Ég reyni að spila eins oft og ég get. Ég segi bara njótið vel. Herðu já, það og Grafarholtið. Ég ætla að spila Grafarholtið í dag. Af því það er bara svo skemmtilegt. Það er það skemmtilegasti völlur sem ég spila. Búin að stilla miðið á beint á grín. Nú er bara komið með sama madness og sveifla með sama madness og í upphitun. Ekkert að halda aftur á sér. Sveifla út til hægri. Vonandi flýgur hún rétt. Já, hann endar að komast það. Gekk til hægri. Hægri. Club speed 104, 148, endaði 230, endaði hann í. Ég sá það ekki. Anyways, það endaði allavega mjög nálægt. En það var svona klassísk sveifla á fyrstu holu. Það var ekki til eftirbreytni en ok. 38 metrar eftir, það eru 60 gráður. 10% refsing, þannig að þetta er svona 41-42. Og ég er nýbúinn að inkorporata það að sveifla hægt aftur. Hægar. Það ætti nú ekki að spinna mikið. Miða aðeins hægra megin bara. Ég ætla að reyna að slá svona 38 metra högg. Svo rúlar hann 2. Já, mjög ánægður með þetta högg. Mjög ánægður. Já, mjög flott. Fugl á fyrstu. Það er nokkurn veginn svona það sem maður vill á fyrstu holunni í Grafarholtinu. Þá er það nú bara hola 2. Ég veit ekki okkur ég tók dræfarinn. Það er svo það er. Sko. Þetta er alltaf 9. Það er eiginlega sko að taka 9. Þetta er svona lítil 9. Eða jafnvel feit 9. Feit virkar þannig að það drepur svolítið metrana, þannig að það verður styttri. En sem pinnin er fremst. Ég má alveg vera, þú veist, fara yfir pinnan. Og ég ætla bara að hugsa það þannig. Ég ætla bara mið á mitt grín og að taka venjulegt högg. Svona með fyrstu höggum dagsins. Þannig að ég er rosalega glaður að myndi vera svona 140. Spinna aðeins tilbaka. Já, eða bara skallan. Það er rosalega gott líka. Pinnhæ. Já, þetta var ekki gott högg. Skallaðan. Þá tökum við bara, það er 8 metrar, tökum 54 gráður. Og þurfum að rúlla honum bara upp að. Miðum aðeins vinstra megin. Og það sem ég er búinn að æfa er að slá aðeins hægar aftur. Fara hægar aftur. Og ekki standa svona, heldur standa aðeins nær kúlunni. Það er svona að vera meira með eitthvað natni. Þetta var allt of langur. Stoppaðu. You got away with it. Ok. Ekki búinn að ná góðum höggum í dag. 2 högg þessar braut léleg.
á þannig sé uppásækja á fyrstu ekki gott en var eiginlega bara eitt gott högg komið og fyrir upp á þriðju braut. Nú, það er verið að gera nýja teiga núna hérna á þessari braut. Ætli þeir verði ekki opnaði bara sumarið 2027. Það grínið á þessari braut náttúrulega opnar síðlega sumars þetta árið, segja þér. Það þurfa að taka gott högg hérna. Sveifla út til hægri, inn and out. Já, 105 miles per hour, 150 eitthvað svoleiðis klappspeed, nei ballspeed. Fer í 257 metra. Skil eftir 97,5. Ok. Það er bara fínt. Miðbraut 98. Þetta er svona, þetta er gap wedge. Gap wedge er svona, venjulega gap wedge er svona 103 metrar. Þannig að hérna má bara vera langur. Fínt að enda með í gríni bara. Reynum að taka alvöru járnhöfnana. Miðar til hægri svolítið svona með öxlunum. Koma hérna inside out og sprengja upp án þess að lokunum. Ekki mikil kraftur í þessu en gæti verið perfekt. Kera. Sestu. Perfect indeed. Heppinn ég að klukkan er 7 eitthvað morgun. Ekki mikil hraði sem þýddi bara að hann fór bara þessa metra og ég náði fugli. Þannig að þá erum við komin á 200 eftir 4 með spilmerku sem er bara svona ekkert sérstaklega svona morgunspilmerka. Ok. Þá erum við komin að þessari par 5. Það væri nú gaman að fá fugl hér líka. Það byrjar alltaf góðu dræfi. Slá út til hægri. Taka stóra sveiflu og reyna að negla. $104, $154, clubspeed, ballspeed. Það var besta stað, en sjáðu þið, 104, hann enda bara í 242 metrum. Þess vegna vantar 10 miles per hour í viðbót, svo ég sé glaður. Eða þú veist, þá er ég alveg ecstatic. Þú veist, ef ég yrði sáttur við þetta, þú veist, myndi ég þá ekki bara eitthvað að enda hér. Ég er aldrei sáttur. Það er alltaf meira. Þetta er 149 metrar. Það er í rauninni bara 8. Upp í mótið spilast þessu 154. Og höggin mín í dag hafa nú verið þannig að það er engin kraftur í járnunum. En, þú veist, ég er alltaf vongóður. Að nú komi það. Ég þarf að framkalla núna höggið sem ég langar að framkalla. 154 metrar með 8, koma svo, það er það sem ég vil. Það var betri en áðan, en er þetta nóg? Kikkar hann inn til hægri. Kikkar hann inn, já, kikkar hann. En þetta er 141 metr. Basically vantaði svona 10 metra, svo ég er glaður en þannig ég er ennþá í morgunsveiflu en ég náði grínni og fæ birdie. Þetta kannski hljómar eins og eitthvað kvart sko, eða svona allt
allavega eitthvað neikvæður yfir hlutunum en maður bara vill innan sín saman. Ég er með plus 3,6 í forgjöf og ég vil bara gera betur. Maður sem með 10 forgjöf eða 20 forgjöf í trackmann, það horfir bara öðru sér við, skilur. Hjá þeim. Bara svoleiðis. Herru, ég ætla að prófa að verka hérna. Mér langar að taka mini-driver. Og ég sést ekki með 3-wood, heldur mini-driver. Driver. Mér langar að reyna aðeins að draga hann upp eftir. Getur aldrei ekki driverinn, skilur við. En þannig úti, hann tekur maður bara 2 járn eða eitthvað slags. Eða mini-driver. Þannig að nú mér langar með að segja höggið og þannig að það verða að veruleika. Koma, draugum þetta, helviti. Nei. Stóð hann rosalega neðarlega á feysinu. Alveg ömurlegt högg. En enda 207 metra, skilji. Bara skítahögg. Ekki að spila vel. Skilji eftir 92 í 10% refsingu. Þannig að það skilji 101 upp í móti. Þannig að þetta er stór gappets, myndi ég segja. Og það er ég að ná aðeins kraftinu með það sem ég þarf að, sem ég vil. Mér fannst þetta betra, kraftlega séð. Stærstu? Já, það er bara hérna næst, fullkomlega. Geggjað, annar fugl. Ára komnir á hvað mikið? Það er bara 3, hóla 6, þekki hana, pinnin er framalega sýnst mér. Konum mín 4. Hann er framalega. Þetta er 9 eiginlega, sko. Og við taka 9. Tökum 9. Again. Ég er að reyna að vakna hérna í morgunsárið. Að reyna að taka alvöru högg. Gæti líka bara tekið venjulega 8 sem væri svona eins og þessi járnhögg hafa verið. Mér langar að bæta mig, skilji. Það er nú kemur blöstuð 9. Já, ég fæ skemmtilegt drag í hana. En hún var svolítið stutt. Hún var svolítið stutt, ég náði ekki að kompressa hana einhvern veginn. Það bara verður það saga þessa hrings. Að reyna að slá mig í gang. Það getur verið. En ef ég er á -4 eftir 5, þá bara er ég ánægður með það. 12 metrar, 54 gráður. Ok, nú er þetta nýja skemmtilega vipp. Bara rólega aftur standa þess nær kúlunni. Eitthvað svona. Það er svo langur aftur eins og þann. Nær hann að halda. Hann nær að halda. Við fáum par. Höldum á 7. braut. Bingo bongo. Þessi er alltaf skemmtileg. Það er aðeins að draga hann inn. Það væri svona ídeal. Lenda einhvers staðar hérna. Já, ná yfir bankarinn og enda hér einhvers staðar. Það hefði yndislegt. Það er yndislegt. Þá þarf ég að taka alvöru högg. Mig langar að vera nálægt 110 í mælsper núna. Standa aðeins fjær kúlunni, gefa smá rými fyrir sveiflu og negla svolítið út til hægri.
Nei, tók hún á tonna maður, 104 klappspýt og bara bólspýt upp á 140 eitthvað. Enda bara 231 metr. Ok. Já, ég er bara ekki alveg on my game í dag. Þrátt fyrir gott skor. En ok, 85 metrar pluss 10%. Þannig að þetta eru 93, segir það, upp í móti. 95 metra högg. Ég fæ ekkert spinn. Þú veist, vegna þess að ég er í röffi. Þannig að 95, 54 gráður ættu að vera fullkomnar. En, já, ég hef ekki verið að slá vel hingað til á þessum hring. Þannig að ég sé að, þú veist, koma hérna og viffa. Ég næ ekki að kompressa höggin, skiljið, þannig að það er sem er að í dag. En nú breytist það. Ná þessu heildsöki. Kom eitthvað skrítið hljóð í hana. Hún er ekki langur. Stoppaði. Næ, gríni. Ekki gott högg, eða þú veist, ekki höggið sem ég vildi. Hérna ætlum við að beygja til vinstri. Reyna að ná þessu gríni. Það er yndislegt. Ekki það að það hafi tekist oft, en þetta er bara skemmtilegt. Bara taka mitt eðlilega högg, en það var þetta hefnast. Maður er svona lunatic. Held alltaf að allt er geggjað. Koma svo. Koma svo, 105, 151. Aðeins að draga, en ekki nóg sko, en þetta er bara hlæg. Stoppaði bara hana. Stopp. 271 metri. 25 eftir. Þetta var bara fínt högg. Það er náttúrulega bara á besta stað. Já, hérna er þetta sko spurningin á að taka 60 gráður eða 54 gráður. 54 myndi ég rúlla honum bara. Já, 54 vegna þess að in theory. Það er engin hindrun innan fyrir fram mig. Þannig að akkurat ég var að taka 60 gráður. Og nú tek ég bara 54 gráður og rúlla honum eitthvað hérna upp. Taka hægt aftur, standa aðeins nær honum, en ég er búinn að vera að gera 25 metrar. Svona lítið át. Skalla hann, sestu tryggur, sestu langt yfir. Djöfull var það létt. Ok, ég þarf að æfa þetta betur, þessi vipp. Djöfusins helvíti. Það ná ekki fugl í þarna maður. Það er blasfemi, sko. Blasfemi, I tell you. Motherfuck. Ja. Það var bara hérna, 9. Ekkert að því að vera hérna bara hægra megin. Einu sem maður vill er að vera bara ekki vinstra megin. In real life, sko. Skiptir ekki öllu máli hermi. En djöfull ætla ég að negla þessa brjálaðar. Hver slægir svona laust 105 og 150. Drullast þeir bara áfram. 256 metrar. 94 eftir. Pluss 10% refsing. Svo leiðilt að vera ekki að gera sem maður vill gera. Ok, 103 metrar. 6,6 upp. 103, 106, 109, svona 100, ekkert spinn. Þetta er bara mjög stór
mjög stór gaplets með hvernig ég er að spila, skilji. En ef ég næ inn á grín þá bara er ég glaður en ég er brjálaður, ég er eitthvað reiður núna. Þannig að ég ætla bara að reyna að fucking negla. Mér fannst það takast bara mjög vel. Inn í mig. 91 metrar, náði ekki hring. En þetta tókst vel, þetta var gott takk. Takk. Ég held áfram að vera á -4. Þegar við erum á 10, búin með fyrir 9. Og ég ætla bara að reyna að fara eitthvað svona. Það er alltaf gaman að dræfa á 9. og 10. í holtinu. Það verður gaman að sjá breytingarnar á þessari braut líka. Þegar grínið kemur hérna bak við vatnið. Ó já, lightning. ...107 mælsbráður, ok. 153 sýnist mér. Ég náði hérna smá dragi í lokin. Stoppaði bara 272 metrar. Skilja eftir 83 pluss 10% refsingu. Þannig að þetta eru 91, ekkert spinn. Það er eiginlega perfekt fyrir 54 gráður. Það er perfekt fyrir 54 gráður. Ætti að vera. Ég er bara ánægður að fyrir aðeins vinstra megin við pinna. Nei. Þetta hefnaðist ekkert sérstaklega vel. Þetta var ömurlegt takk, sko. 78 metrar. Pluss 10% náttúrulega. Já, aftur sama, ég næ ekki að kompressa. Næ ekki kompressionum einhvern veginn. Það er bara svoleiðis. Einn af þessum dögum. Þetta er bara 3. Það verður gaman þegar grínið fer hérna til vinstri. Það verður fínt að losna við þessa braut. Já, 8 eða 7 sko, maður veit aldrei. Við tökum bara 7 og 8 núna í dag. Hættur að reyna. Einhvern veginn. Ég er ekki að ná góðum sveiflum, þannig að sko 7 getur farið í 170 metra sko. Svolítið mikið. En ekki í dag, þú veist, í dag kannski verður það fullkomið. Já, leti sveifla. Alveg ömurlegt högg. Hvað þarf ég að gera til að vakna? I don't get it, man. What the fuck? Hvað þarf ég að gera? Það er spurningin. Þetta er þetta svakalegt grín, sko. Heyrðu, við þurfum að splassa honum hingað ekkert upp. Eitthvað svoleiðis. Ég held ég þurfi nú ekkert að splassa hann, ég held ég þurfi bara að vippa, sko. Það er ekkert lippatan til að stoppa mig. En jú, ég þarf náttúrulega að ná hann svolítið ofarlega sagt að ég geti hann rúllið sem minnst. Gerum við það svona. Ok, það mátti rúlla þess meira en ok. Bogey hér. Það er bara svoleiðis. Þá náum við bara í eitthvað fugl á öðrum brautum, takk fyrir. Til dæmis þessari. Já, ég ætti að sakna þessar uppáhaldshöggs hér þegar teigurum verður hérna. Heldur betur. Njótu þess í hermi, allavega.
á meðan. Jæja, skjótum yfir allt þetta drasl. Jæja, skjótum yfir allt þetta drasl. Sjá. ...103 miles per hour, 154 bólspeed. Kikkaði. 254. Skilja eftir 142. Pluss 10% refsingu. Þannig að, hvað er 140, 152, 156, 156. Það er bara 8. Gamla góða 8. Sjá hvað gerist. Reynum að ná spilamennskunni aftur inn. Ný, bara ógeðslegt högg. Kikkaði inn og stoppaði. Æ, ætlaði hann ekki að fara í bunker. Jesus, þetta var svo leilt högg. Svo leilt að spila svona illa maður. Fuck off. Jæja, þá ég séns ég að vippa í fyrir Erni allavega. Það er alltaf mantran ef maður hittir ekki í grínið. Þá þarf þetta nýja vipp svolítið að kikka inn. Standa nær. Svona eitthvað. Þetta var mjög gott vipp. Þó hafði ekki náð alla leið, en mér leið betur í þessu vippi. Fáum það allan að fugl bara. Motherfucker. Hérna tek ég nú alltaf bara driver. Finnst alltaf að margir taka bara járn hérna. Mér finnst alltaf gott að hérna er hann að slá högginn inn. Hérna núna. Nú var ég ekki að hitta vel á hann. Þá reynum við aftur, hér er hann að takki. Hvaðan fór hann? Þessi skór eru orðnir svo gamlir. Ég er búinn að missa 3 takka. Gengjurnar halda ekki lengur. Æfumenn og driver. ...102 miles per hour, 153. Hittir rosalega vel í hann, en mjög hægur. Það er bara fínt. 234 metrar. Skil eftir 58. Sem er þá bara mjög góð vegavind fyrir 60 gráður. Ég á eftir að spinna eins og motherfucker niður, tilbaka. Þannig að ég má ekki taka bara 58 metra, ég verð að taka 68 metra högg. 60 gráðin er alveg upp í 80 eða 70 eitthvað. Þannig að þetta er kannski ekki alveg fullt, ég veit það ekki. Ég ætla að trýta þetta bara eins og semi-fullt högg. Jesus, fór í jörðina. Þetta var ekki gott, það má ekki spinna. Please. Fuck. Stoppa það bara. Nei. Já, enn aftur, þetta heldur áfram. Ég er ekki að hitta vel í dag. Það er skotast helvítis drasl. Það sem afleiðingin af því er að ég er að fara að fá að æfa þessi vipp. Það er bara jákvæmt. Standa aðeins nær. Og fara hægar aftur. Þetta var bara fínt vipp. Ekkert aðeinslegt en náum pari hér. Þá erum við
14. Neglum eitthvað áleiðis þar. Ok, víttir veggja hér. Nú langar maður að prófa að negla eins hratt og mikið við get. Enga tapa þannig séð. Og þetta þarf að fara út til hægri og þetta þarf að fara upp og ég veit ekki hvað. Ég tók á því, samt bara 105 og 154. Djöfull alltaf vont fyrir rannalega hérna. 253 metrar. Djöfull var þetta ekki æðislegt. Skilur eftir 50 pluss 10%. Þannig að 55 metra högg. 60 gráður. Það er að miða þess vinstra megin á pinnan. Þegar maður þekkir þetta grín. Þannig að 55, ok, það er bara perfekt. Hægt aftur. Gæti verið langur. Kikkaði til hægri. Kikkaði. Jæja, það er par. Ég verð nú að viðurkenna það, ég labba á 15 teig. Ekki með mikið sjálfstraust. Hef ekki verið að spila vel þó ég sé að skora ágætlega. Dagstælega svona úti þá tek ég nú bara 2 járnið og plassera því bara hérna á milli efst í brekkunni. Þá rúlar hann bara niður á milli bankarana, það er bara fínt. Því maður er aldrei að reyna í öðru yfir, hvað sem er. En hérna, í hermi reynum við það. Reynum yfirleitt yfir. (104, 155). Þessi var vel snúandi vinstri. Beint í drasl. 255 metrar. Er þetta eitthvað svona penalty area? Nei, þetta er bara deep breath. Ok, flott. Það var búið að taka ákvörðun fyrir mig varðandi að reyna við eða ekki reyna við. Þá reynum við ekki við. Það er bara geggjað. Þá tökum við bara hérna, það er 20% refsing. Þannig að 160 metrar, 30, 190 metrar þangað. Þetta er bara, tökum bara 4. 4 eða 2 járni. Tökum 4. Náum honum bara þangað. Eitthvað, skiptir ekki öllu máli. Hvað hendar. Djöfull var hann boginn maður. Haltu þér. Stoppaðu bara. Jesus fucking Christ. Það var léltak. 92 metrar eftir. Pluss 10%. Það er 100 metrar. Og síðan átt svona mikið eftir hérna inn á. 100 metra högg. Þetta er bara að fullu gap wedge. Gap wedge. Gap wedge. Tökum nú alvarlegt takk hérna. Skotan það. Leið ágætlega í þessu en tók hann svolítið mikið til vinstri. Sestu. Þurfum að vippa inn. Æfum vippið. 9 metrar eftir. Þetta er bara rétt að snerta hann hérna með að vinstra megin. Já, leiði vel í þessu vippi. Tökum par hér. Við erum þá ennþá á -4. Hérna yfirleitt bara
beint átt af vatn. Það engar litlar sem engar refsingar hérna í hermi. Annars tekur maður bara eitthvað járnana yfir hægra megin á braut in real life. En ekki í hermi. Það var lélt högg maður. Sló mjög neðarlega á feysinu. 103 og 150, 205 högg. Fyrir eitthvað tré. Yndislegt. Er ég í trénu eða hvað? 104, 20%, þetta er 124 metrar. Er ég í þessu tré? Gæti verið nefnilega. Gæti verið í þessu tré. En það er bara að negla á það. Ég veit ekkert hvað gerist. Tökum pitching wedge. Vonum það besta. Vonum allan hann poppið upp hérna úr þessu drasli. Já, nei. Það var eitthvað fangi. Það er eitthvað farið í eitthvað. Ok. Og þurfum við bara að redda málunum. 13 metrar. Og við þurfum að ná honum fljótt upp. 60 gráður. Aðeins svo fljótt upp, eða hvað? Nei. Það nær inn, náum að redda pari. Geggjað. Það var að gamla 17. Hún er ekki góða minningar það í raun og veru. Bara mjög erfitt að ná þessu gríni og er enn. Drullu erfitt að enda á gríni hér. Og reyna 7. 160 metrar. Ok, hérna kom loks alveg högg. Liði vel í þessu höggi. Er hann heppinn? Nei. Æfum þessi vipp. Bara flott. Æfum þessi vipp. Yndislegt. En þessi þarf bara að fara vinstra megin, bara rétt snertan. Aðeins lengra inn, ok. Work in progress, þessi vipp. Sjá hvað gerir þá 18. holu. Ég er cirka bara, ég er á -4 sem þýðir bara cirka par vallar. Þannig að ekki búinn að gera mikið af einhverjum æðislegum höggum í dag. En það er ennþá von. Síðasta upphafshögg dagsins. Já, leið bara vel. 105, 151 held ég eitthvað. Svoleiðis. Bara gott högg. Ánægður með að endar í hvað, 252. 87 eftir. Perfekt fyrir 54 gráður. 87. Það er bara ef það við næ nú fullum hérna 54 gráðum. Þá ætti hann að spinna svona 3 metrar tilbaka. Svolítið tósæti vinstri. Ég er að fara að æfa vippinn. Enn og aftur. Já. Það naumast að alheimurinn vill að ég æfi þessi vipp. Ekkert að hitta gríninn. Ef
og enda síðast ekki með því að vippa í. Þá eru það fyrirsögnin á þessu vídeói. Standa þess næs. Miða vinstra megin. Fara hægt. Svolítið langur, það fer yfir þeirri endóskolla. Ok, ekki endur sem ég vildi. Jesús, þetta pirrandi. Léttasta vipp í heimi. Svona liðið. Verðum í bandi. Já, svona fór sjóferð þá þennan daginn. Við sjáumst bara næst og verðum í bandi.